Þannig að komið sæl, ég heldur betur komið með góða gesti, Sigfús og Baldur, það bara spurning hvort þið herramenn viljið ekki bara kynna ykkur. Við byrjum á meistaranum. Já, Sigfús Aðalsteinsson heiti ég. Ég heiti Baldur Borgþórsson. Og já, ég spyr nú ykkur í þessi dulli, akkur erum við hér, Sigfús? Já, við erum hér út af því að einn daginn settist ég niður og opnaði svona Facebook-grúpu sem ég ætlaði svona einhverjum í kringum mig að ræða mál sem hafi verið mér ofarlega í huga í nokkur ár. Og nú svo komið að sú síða að verða 6.000 manns og einhverja þúsundir sem býð eftir að komast inn á hann í skammta möguleikum Facebook og ekki þá komið tími til að vera á þessum stað. Jú, ég held það. Og við erum komin til að ræða ýmis mál og það var heldur betur gengið, ásakanir á þá sem að standa fyrir þessari síðu og ykkur tvo sem að fluttu ræður á Austurvelli núna tvisvar og ætlið allavega í þriðja skiptið og vonandi oftar. Hvað viltu segja okkur aðeins frá því hvað ásakanir hafa gengið á okkur og hvernig það hafi verið að taka því, bara þið báðir? Já, ef ég á að byrja þá náttúrulega fyrst og fremst fundur nú menn einhver fortíðarmál sem að voru svona og eiga sínar skýringar sem ég ætla nú svo sem ekki að fara að eyða tími í en það var nú svona kannski rifið upp úr kössunum og kafað áratugi aftur í tíman en síðan hefur ýmislegt gengið á, menn hafa hótað ýmsu eins og heimilisvitneskjumanns og bílaeign og öllu því sem tilheyrir. Við höfum síðan fengið yfir okkur öll þessi fögru orð, rasisti, nazisti og allt sem því fylgir en við hlustum svo sem ekki á það sko. Já, það sko, hvað mig varðar þá ég náttúrulega áhyggjufullur þessa dagana eftir að það var svona vegið að Sigfúsi með einhverju sem er náttúrulega alveg út úr kúmál en þannig að ég ætla bara að játa hér og nú að þegar ég var á Stínuróló 1969 þá var ég með 2 kæristur 6 ára gamall. Já, það hlaut að vera. Og ég vil þetta komið frá mér þannig að þá erum við Sigfús með hreint borð nokkurn veginn. Vita þær af þessi dag eða? Vita þær af þessu áður eða voru þær að frétta þetta núna? Ég að vona að hafi verið búin að kveikja á þessu sín tíma sko en nú allavega þetta komið upp á yfirborðið og ég vil bara taka á því. En svona öllu gamli sleftu þá þetta nú svolítið ekkert ósvipað mál og að verið að brigsla Sigfúsum en þannig að maður svarið það sem talar sko ávirðingar í okkar garð fyrir rasisma og nasista og ég veit ekki hvaða ónöfn það eru þá vil ég samt taka það fram að það miklu algengar að fólk komi og þakki okkur fyrir að við ekki athygli á þessu og lýsi við mikilli velþóknun og ánægju með það. Það einfaldlega bara að koma þannig málum fyrir í samfélaginu í dag ef þú leyfir þér að koma með einhverja gagnrýni eða ábendingum hvað betur mætti fara í þessum málaflokk þá ertu bara útrópaður fasisti og rasisti og allt þetta og átt á hættu að þú verið klagaður inn á þinn vinnustað og alls konar ofsóknir og leiðindi. Og það einmitt það sem við erum að gefa bara algjört frat í með að stíga svona fram. Því að við erum nú komnir svona af allir léttasta skeiði og með þykkan skráp, þannig að við ætlum bara að taka þennan slag og við teljum að það sé stór meiri hluti þjóðurina sem að standi við bakið á okkur, einfallega vegna þess að við erum með vanda málflutning og við erum með réttmætar ábendingar hverju þarf að breyta. Við getum rennt yfir það hérna á eftir fyrir hlustendur svona, þetta ekki mörg atrið, þetta einfalt. Við viljum taka upp landamæravörslu sem margar nágranna þjóður eitthvað að gera, Danmörk, Svíþjóð, Noregur, Þýskaland, Holland og fleiri lönd. Þar þykir þetta ekki tiltökumál og það engin blaðaskrif út allan heima, þetta sé ykkur illmenni á ferð. Við viljum stoppa hælisleitendakerfið af með þeim hætti að setja það á salt í 5 ár. Við höfum ekki getu til að taka á móti fleirum og við höfum ekki getu til að vera með þá sem nú þegar eru hingað komnir. En við minnum okkur það að þetta eru milli 6 og 7.000 manns sem hafa hér stöðu hælisleitenda eða álíka í dag. Og þetta ekki flókið reiknistæmi, það ástæðan fyrir því að við erum að horfa upp á kostnað, heildarreikningu upp á cirka 100 milljarða á ári. Og sú tala ekki úr lausu lofti gripin, heldur bara tölfróðir menn sem að hafa bara bent á það með réttu. En
í lokin, við erum bara þakkláttir fyrir stuðningin sem að allavega við tveir verðum miklu meira vari við heldur en mótlæti. Það er þakkavert á okkar mati. Byrjum á bara þessu fyrsta atriði með landamæragæsluna. Hvers vegna teljið þið að vera að það sé litið einhverju hornauga á það, eiginlega bara þegar kemur að Vesturlöndum, að það sé eitthvað slæmt að vera með landamæragæslu, því að nú eru öll önnur lönd annars staðar í heiminum og þú getur tekið nánast hvaða land sem er utan Evrópu og allt svoleiðis það sem að það eru bara þungar refsingar og það eru harðar afleiðingar af því að koma ólöglega inn í landið og annað. En af hverju allir þetta sé gagnrýnt svona mikið hérna hjá okkur? Það sem að fólk kannski kemur skilríkjalaust og það er ekkert að rekja hvaða fólk að koma hingað og eitthvað svoleiðis. Er þetta tilviljun eða? Nei, ég held að þetta er bara partur af því sem ég var að nefna áðan með viðbröðin ef einhver stendur upp og bendir réttilega á eitthvað sem að er rangt og þykir ekki falla í kramið við erum að tala um No Borders og Antifa og þennan mannskap sem nú gjarnan spyrlaður við vinstri mennskuna hérna á Íslandi og víðar og þetta er orðið lenskan, leið og kemur með eitthvað vitrænt sem færi fram, þá færðu bara þessu mótsvörð að það er engin málefnaleg mótrök frá hinni hliðinni sko. Og ég bendi bara aftur á skoðanakannanir sína 60-70% eru sammála okkar málflutning og við leggjum líka mikið upp úr því að okkar fólk, við erum með hérna Facebook-grúpu sem að heiti bara Ísland þvert á flokka og við sinnum hreinsunarstarfið þar mjög vel og við erum nú mest í að henda út einhverjum No Borders liðum sem að koma inn með einhverja víkingamyndir og feikuðum prófælum, það er aðalega það sem við erum að hreins út. En við bendum líka okkar fólki á og allir taka því vel að við viljum vera málefnaleg og kurteis þó við séum með mjög stífar, ákveðnar og ófrávíkjanlegar kröfur. Það við gerum þetta bara eins og á að gera þetta. Þú bæti einhverju við þetta, Sigfús? Já, sko hann kom svo sem inn á flest allt sem í þessu dæmi en ég hef aldrei skilið af hverju almenningur telur loku landamæri vera vandamál. Eins og þú kemur inn á og segir sko, ég meina við getum bara bent á Ameríku, við getum bent á Kanada, við getum bent út allt. Hér í Evrópu eru tekið strangar á landamærum innan ríkja, í ríkjum sem eru innan Schengen og það er svo ótrúlegt að við skulum virkilega halda þessu svona opnu og ég held að sé bara verið að hlusta á ofboðslega lítinn háværan hóp og þegar mér langar að taka sérstaklega fram að ég undrast mjög hversu mikið og margt fólk hlynnt í sig við erum að gera. Ég veit svo sem ekki stjórnmálaskoðinu þess, en fólk bara kemur að mann og segir, mikið ég ánægður og vilji loka þessum landamærum. Og þetta bara eins og ég hef kannski áður sagt, þetta fólk úr pottinum í Sundi, þetta fólk í verslun, þetta fólk á golfvellinum, þetta fólk sem bara lappar inn á skrifstofuna hjá mér og segir hver Sigfús og tekur svo inn í hendina og maður segir ég vil bara þakka þér fyrir að opna þessa umræðu og eitthvað svona. Fólk, það eru margfald miklu fleiri sem að vilja loka þessu landamærum. Loku landamæri þykir ekki læst landamæri, en loku landamæri minnst ekki galopin landamæri eins og No Borders og þeir vilja. Þannig að þetta held ég megin ástæðis að við byrjum á því að segja lokum landamærunum. Akkur aldrei að fólk sé svona hrætt við að viðra þessar skoðanir? Er það út af því sem við komum inn á áðan, þessar árásir sem að þeir sem að setja sig í, já, hvað maður segja, framlínuna verða fyrir eða? Já, það er þessi slaufunamenning sem að byrjaði með, maður var fyrst við þetta kannski í kringum MeToo-byltinguna, hvað við nú að kalla það, eða frelsum gervörtuna og þetta saman. En þessi slaufunamenning svona svipað leiti að reiða sér til rúms. Fyrsta slaufunamáli sem ég man eftir var Svartakaffinir á Laugavegi sem var þar með styttu, forkuna fagra af blökkudring og allt í einu eftir hún hafi verið þar í áratugi þá var þetta allt í einu orðið gargandi rasíst og styttan var að hverfa. Það var bara farið í harðar aðgerðir. Það fyrst að segja man eftir svona konkrétt í þessari slaufunamenningu. Ég held bara við sem hér sitjum og ég og Sigfús, okkar fólk
og fólk almennt í samfélaginu sé bara komið á þann tímapunkt í lífinu að alltaf segja bara nei takk við þessari slöfunarmenningu sem að gengur út af það að senda linnlausa tölvupósta og endalaus símtöl og annað inn á vinnustæði fólk sem að leyfi sér að tjá skoðanir sínar. Og ég ætla bara að skora þá sem á okkur hlýða í dag að komiði bara út úr skáttum, hendiði hræðslunni, það ekkert að fara að ske. Í dag væri það miklu meiri slaufun fyrir fyrirtæki að reka starfsmann sinn fyrir að koma með heilbrigðar eðlilegar skoðanir á framfæri. Ef við ekki að vera sammála það bara. Ég held við getum alveg verið sammála það að það hefur breyst rosalega bara svona, maður hefur fylgst með og sérstaklega svona einhver sem kannski gerir þetta, það sem ég að gera og annað, maður fylgist mikið með umræðu og svona, hún hefur heldur betur breyst bara á nokkrum árum núna og manni finnst svona aðeins eins og óttinn sé að minnka hjá fólki, það var rosalega hávær, hávær en vald mikill kannski minnihluti sem að hafiði yfirráð yfir kannski umræðu á netrum, var til dæmis var við að samtökin 22, það voru aðilar sem voru jafnvel úr ráðherrastól og þingmenn sem voru að hringja á staði sem þeir ætlaðu að halda og bara hóta öllu illu ef að það fengi fram að ganga og svona. En ég allavega þar að mér finnst þetta hafa minnkað og mér finnst það að vera góða fréttir. Já, ég sammála því. Það hafa sko sími minn hefur eiginlega ekki stoppað í hvað þetta eru 9 vikur eða hvað þetta að hann hefur bara ekki stoppað og það ótrúlega hvað margir eru að segja ég bara búin að fá nóg og ég ætla ekkert að hlusta á það þó einhver fari að tala það að ég sé svona eða hinsegin. Það óhemmi fjöldi búin að hringja og segja akkur segjur ekki bara og sért rasist og tekur öll spilin úr höndunum á þér. En það hefur nú kannski ekki alveg farið þangað en þarna heyrir maður, það ótrúlegu fjöldi sem farin að ræða þessi mál, skipta sér af þessu. Mér finnst það góða punktu með þetta sem sagt með rasismann en málið bara það bara orð búið að eyðileggja það orð finnst mér. Það alveg gjör og nýtt sko, það alveg farið. Mér finnst verra að vera kallaði fíbl sko, heldur en rasist í dag sko, það bara ekki neitt. Nei. Það þarf eiginlega að fara að endur skilgreina orðið. Það komið á þann stað. En hvað voru þið með næst þarna á listanum eftir landamæragæsluna þarna? Það voru þessar fjölskyldusameiningar sem við vildum hafa bara stoppa. Það nú heldur betur búið að draga til tíðinda í því síðan þá. Já, rétt að meðan við burðum okkur í kaffi þá komu nú 16 eintök í einhverjum hlíðareik hér inn og einhver ráðherra, Þorgerður Katrín, sló sér á brjóst fyrir það. Það akkurat þetta sem við erum að tala við vitum ekkert hvaða fólk þetta og hvaða fjölskyldu tengsl og annað. Við vitum ekki einu sinni hvort að fjölskyldur innan gæsalappa sem hingað koma eru yfir höfu fjölskyldur. Það engin gögn eða nokkuð skapaða hlutir yfir slíkt í mjög mörgum tilfellum. Það bara orð? Fullir að sé alltaf. Nei. Heldur það bara einfallega þannig að það algjörlega óvitað hvort að viðkomandi eru tengt fjölskylduböndum eður ei. Annað varðandi þessar fjölskyldusameiningar og þessi dvalarleyfi sem við veitum. Ef þú ert að koma í lífshættu frá einhverju landi þar sem þú telur að þú sé bara dauður innan skans eða þú flýrið ekki, kemur hérna til Íslands og ferð svo á hverju einasta ári í sumafrí til heimalandsins sem þú varst að flýja, þá segir það sér náttúrulega sjálft að það er verið að misnota okkar góðvild. Öll þessi mál falla undir eina hatt sem við erum að ræðum og það eina okkur að vonum að þeir sem að fara í frí til heimalandsins þar sem voru lífsættu, þá nú lífsættan ekki mikil. Það lítur að blasa við í menn stöða. Bæta við að sko, það kom hérna hópur af fólki sem að sagði að þeir væru gay eða slíkt og væru í hættu heimalandinu vegna þess og fengu hér bara auðvelda vernd og allt annað upp í hendurnar sem að síðan hefur komið. En það bara svo skrítið að þegar þessi vernd var komin þá fóru að streyma fjölskyldur þessar aðila, hvort sem það voru börn þeirra og konur eða hvað. En það ekkert eftirlit með þessu. Það lappar enginn af stað og kannar málin. Það bara allt velkomið. Sama þó þú segir ósatt. Þú getur bara sagt ósatt hérna við kerfið og haldið svo áfram. Það engar afleiðingar.
Eða brotið af þér eftir á. Já, bara hvað sem er. Og það sem eru með fleira í þessari kröfugerð okkar, eða hvað við höfum að kalla það, eða plaggi skynseminnar, það er að þeir sem brjóta af sér hérna, þeir að sjálfsögðu eiga að missa dvalarleyfi og vera brottvísað með endurkomubanni, því að brottvísa einhverjum aðeins að vera með endurkomubann er ekki til neins, og við getum haldið áfram, rangar upplýsingar við komum til landsins upphaflega. Noregur til dæmis hefur verið mjög grimmir í þessu, þar var einstaklingur sem hafi gefið upp rangt upprunaland, 18 árum síðar var hann sviptur ríkisborgararétt, dvalarleyfi og sparkað á landi. Það er að því að eðlilega, ef þú ert komið einhvern inn á þitt heimili, þetta er heimilið okkar, landið, og hann er á fölsku forsendum búin að ljúga þig fullan, þá vilt ekki hafa þann aðilega inni hjá þér áfram, skilur, þá bara traustið farið. Og það eru svona mál sem við erum að tala um, við viljum bara hafa þetta eins og þetta á að vera, strikt, forvart, heiðalegt og með eðlilegum hætti og líka þannig að það sé geta til þess að taka á móti einhverjum hérna, að því að það er löngu búið að sprengja þau mörk. Og eftir því sem mér skilst af lögfróðamönnum, þá voru það nú tiltekin útlendingalög samþykkta Alþingi í maí eða júní ef ég man rétt 2016, voru í vinslu inn í ráðuneyti frá 2014, samþykkta ríkisstjórn að þetta yrði lagt fram 2015 og þannig að það vita allir hvaða menn og hvaða flokka voru þá við stjórnvölinn, þar á meðal Sigmundur Davíð og þá undir merkjum Framsóknarflokks og Gunnar Bragi og Þorsteinn Sæm og fullt af mínum fyrrverandi félögum úr Miðflokknum og það heyrðist nú ekki mikið þá, annarkvort mættu menn ekki í atkvæðagreiðslu, það var algengt þá úr þeim hóp sem dæmi eða þá að þeir sögðu já. Og þrátt fyrir ábendingar fróðra manna að þetta myndi valda verulegu tjóni og vandamálum. Þess vegna er maður búin að missa svolítið trúna á þegar menn er að tala um eins og ég segi yfir bjór niður á hérna kráskiluru, já alveg það er að fara að gera eitthvað í þessu málum og eitthvað, býtu ekki einasti þingmaður frá því 2015 eða 16 hefur lagt fram þingmál þess efnis að þessu verði breytt. Kaffihúsaspjall er ekki að fara að gera neitt. Við getum verið í því, nema við tókum það lengra þegar Sigfús stofnar þessi samtök okkar sem að þetta í raun er í dag. Og þar að leiðandi horfum að svolítið inn í hyldýpið og fær engi svör inn af Alþingi, að því að það má segja með réttu að allir 63 þingmennirnar eiga eitt sameiginlegt, ekki einasti þeirra, sama hvaða flokkan er í. Hefur lagt fram þingmál, vel unnið rökstutt þingmál og gert þannig þeim sem að meiri hluta hafa erfitt fyrir að segja nei. Það er til enskur frasi yfir þetta, let them deny it, og það er að þú leggur fram vandað, vel unnið mál og við erum að borga þessu fólki laun fyrir að gera akkurat slíkar hluti og það er það sem við erum að þrýsta á með þessum hópokkar, stutt og laggott. Landi og þjóð til heilla. En það krafa númer 1 hjá okkur er að stjórnvöld setji íslensku þjóðina í fyrsta sæti. Ég held að sé ekki mikil krafa, held að sé meira sjálfsagt. Ég held að sé líka sko að þú horfir á það þannig að þegar aðili kemur til lands, brýtur af sér ítrekkað eða er þekktur jafnvel afbrotamaður eins og stundum gerist, þá ertu ekki að setja þjóðina í forgang með því að leyfa þeim aðila vera áfram. Þú ert að setja þann aðila í forgang yfir öryggi væntanlega allra aðra í landinu, myndi ég halda. Akkurat, þetta er gott dæmi um það. Dæmi bara, og það er nú enn eitt skrítið, það fást engin gögnum það frá utanríkisráðinu sem dæmi, bara Kúrani, eða T.H. Jóhannesson, eins og hann heitir núna. Og það finnst mér svolítið undarlegt. Geta það talist eðlilegar aðstæður, því að nú er þetta ekki bara á Íslandi, þetta virðist vera bara lenskan í öllum löndunum í kringum okkur, sem sagt bara ef við tökum England, Írland, Þýskaland, þetta var mér í Bandaríkjónum áður en að Trump-stjórnin komst til valda. Hvernig stendur á þessu? Nú eru valla allir þessir þingmenn bara svona rosalegi mannvinir og svona sammála að svona eigi að gera þetta. Við höfum smá skýringu á þessu og hún felst í einu orði sem er hælisleitenda iðnaður. Og við Sigfús, við þekkjum þann og hann sérstaklega vel úr sinni vinnu sem dæmi
og hælisleitenda iðnaðurinn þannig að, já, svo marga skemmtilega sögur hann eitthvað sem að stiða þetta sem við getum tekið á eftir. En við skulum hafa það þannig að þegar að þú ert, hvort þú ert í Sjálfstæðisflokk, Miðflokk, Samfylkingu, Vinstri grænum eða hvað það og varandi hælisleitendur, fjöldin sem ég var að tala um áðan, allar þessar þúsundir, þetta útheimtir húsnæði sem er skortur á fyrir venjulega Íslending í dag og eins og Sigfús benti á fyrir í dag á netinu að ég held að biðtíminn sé eitthvað 3 eða 4 ára eftir félagslegu húsnæði, það er ekki í þessum hóp. Þarna ganga hlutinni mun hraða fyrir sig og það er einfallega vegna þess að stjórnvöld eru með fólk í vinnu við að nasa upp í húsnæði, hringja og fara fram á samningaviðræður feita og góða leigu í langan tíma. Og við getum tekið sem dæmi iðnaðarhúsnæði hér í Reykjavík sem að útlendingastofnun, ég veit ekki hvort það var útlendingastofnun eða Reykjavíkurborg, tóku á leigu fyrir svona hælisleitendur. Þar var að ræða eitthvað 8 fermetra herbergi, settir 2 beddar í hvert herbergi voru 20 og það voru greiddar 140.000 krónur per haus. Það er svona 240 fyrir herbergið. Fyrir herbergið og það eru 4,8 milljónir í leigu á mánuði fyrir eina tiltölulega litla hæð upp á eitthvað 120 fermetra. Og þegar þú fer að kveikja á samhengjunni í þessu, þá verði ég að segja eina góða sögu. Ég var upp í Valhöll, áður en að ég nettist ekki lengur þar. Ég var þar með mjög góðu hópi fólks og við vorum að reyna að breyta stefnu Sjálfstæðisflokksins aftur yfir í þar sem hún var. Og eftir að hafa verið þarna í 2,5 ár, þá sagði ég við mína vini þarna frá, vitið það, ég held að þetta sé vonlaust. Fyrir hvern eitt sem að hverfu frá, sem ætlar að hafa þetta hinn nýja alúðlega flokk og fara gersanlega á svig við allar hugsjónir og stefnu flokksins til áratuga. Þannig að ég bara gest upp. En áður en að sá tímapunktur kom, þá vorum við með fund. Ég fekk þar fyrirverandi dómsmálaráðherra Guðrúnu Hafsteinsdóttur til að koma og halda tölu fyrir okkur, laugardagsfundur svo kallaður. Ég síðan að spjalla eftir hennar fund, bæði strax eftir fundin og síðan í kjölfarið á honum, þá ég að spjalla hérna við 2 aðila úr viðskiptalífinu hér í bæ og benda þeim á hversu galið ástandið er orðið. Þarna var ég alltaf að reyna að þrýsta á þessa lokun á landamærum. Við tækjum upp landamæri eftir tímabundið eins og allar þessar þjóðir gera, sem ég bent á. Og ég gaf þeim sem dæmi, þá voru þessi tímamóta akkurat á þessum tíma, að þá var túlka þjónusta fyrir hælisleitendur að rjúfa 1000 milljóna múrin á ári. Og þeir sögðu við með að það gæti bara ekki verið. Ég sagði, kynnið ykkur bara. Hálfum mánuði síðar hitti ég annan þessar aðila og ég spyr hann, varstu búin að kynna þér þetta? Já, veistu það, þetta var rétt hjá þér. Og hvað á að gera? Já, ég stofnaði túlkaþjónustu. Og ég sagði, ert að grínast? Nei, hann bara einfallega stofnaði túlkaþjónustu og félagarnir náttúrulega held áfram að kaupa húsnæði til að splitta upp í einingar og leigja. Þess vegna er mjög réttmælt að kalla þetta ekki hvað var það fólki sjálft sem er að koma, heldur þá sem að sjá fram á gríðarlegan hagnað á stuttum tíma. Við þekkjum þetta, ég og Sigfús sem báði verið svolítið í fastnaðarviðskiptum, hann alltaf miklu meira en ég líka, og þegar þú getur keypt húsnæði og þú getur borgað það upp með leigu samning við útlendingastofnun eða í gegnum Reykjavíkurborg, alveg sama í gegnum hvað aðila það er, oft er það bara útlendingastofnun sjálf, og ef þú getur greitt upp þetta húsnæði á innan við 2 eða innan við 3 árum, og þá er ekki nema að vona að það séu allir hamingjusamir. Já, allir, já. Innan gæsalappa í þessum hóp aðila. Það er að segja þegar einstaklingar eru reiðubúnir að gera nánast hvað sem er til þess að græða peninga. Ég til dæmis, það vantar eitthvað gen í mig til að ég geti tekið þátt í svona, en það eru bara því miður margir og margir sem hafa áhrif, af því að þetta eru einstaklingarnir sem að þrýsta á þá sem er inn á þingi. Nú er ég ekki að tala um að þeir sem er inn á þingi sé að standa í svona, en þrýstingurinn á þá frá, aftur erum við að tala um fámennan hóp, alveg svo á vinstri síðunni, sem að nær fram ótrúlegum hlutum með ofur þrýsting. Og þessu verður við bara að breyta. Eins og við sögðum, íslenska þjóðin í fyrsta sæti, ekki braskararnir,
Ekki erlendi ríkisborgarar heldur íslenska þjóðin. Það málið. Við erum bara komin svo langt sko út fyrir allt sem við getum skýrt og það kannski nákvæmlega það sem Baldur segir, við erum að elta kannski fámennan hóp sem að leiðir bara þjóðina frá öllu sínum samhengi. Mér finnst það svo skelfilegt að heyra sögur af fólki, eldra fólki sem að bara liggur heima, það getur ekki staðið í fætur, það er að reyna að standa á fætur, það býr aleitt, börnin orðin mínum aldrei eða meira, þau ná ekki almennilega að sinna þeim, fólki reynir að standa upp og dettur og meðan maður brýtur sig eða rifbeins brýtur sig og það er bara skellt heim aftur. Við erum ekki með 1 eða 2, við erum ekki með 10 eða 20, við erum sko með mörg 100 svona mál. Síðan kemur að úlingunum, við erum bara búin að, það voru 7 úrræði fyrir úlinga 2016, það er 1 eftir í dag og það tekur 4 og síðast í fyrradag voru fréttur það, nú er ég að taka bara kennsluna af þessu apparati sem það er niður frá, að við tökum bara kennsluna út, við rekum bara kennarana. Já, það breytist ekki þjónustan, við viljum bara sinna þeim vel. Ég bara skilit ekki lengur og sko hvers vegna verið að gera þetta? Jú, það vantar eitthvað pening og af hverju vantar pening? Ég held að það sé alveg augljóst. Ef það liggja 100 milljarðar reiknaðir eftir aðjunkt í háskólanum, ég er ekki einu sinni vissum hann hafi farið í lengstu afvegaleiður sem að þessu fylgja. Þannig að við erum bara konum með algjörlega nóg. Nú skal bara snúi við. Nú veit ég að þeir voru, ég man eftir, ég sá fyrirsögnuna daginn, það var verið að kynna og það var látið þess að það var eitthvað til að fagna, það var byrtur þarna á spýtóinu sínu. Það var að fyrsti miljardamæringurinn, migrant millionaire var að kalla það. Það var í Bretlandi, sem þá meinaður í pundum sko. Þá var aðili sem að keypti hótel og leigði eingöngu undir þetta. Já. Ég fekk sögu frá aðila í Ásbrú með það, þar hafi verið, það verið fjölskylda með 3 börn, innflytjendur sem að töluðu íslensku, voru að vinnumarkaði og börnin þeirra voru hérna í skóla og leið mjög vel. Og þau hafi mist leiguna eftir að ríkið yfirbauð leigu sem þau gátt ekki keppt við til þess að hýsa. Og þau lentu svo illa í því að við mistum þetta fólk úr landi. Sem dæmi, þannig að ég hef fleiri en eina svona sögu, og hún Telma sem var hjá mér í gær hefur til dæmis, það er maður í hennar heimabæ sem að gerir út á þetta, hann kaupir upp eignir og leigir eingöngu undir þetta, ríki borgar svo vel. Já. Borga alltaf fyrsta hvers mánaðar og engin vandamál. Engin vandamál sko, og ef það þarf að greiða eitthvað upp þá er ríki náttúrulega engin tryggar heldur en ríki til að vera sem leigjandi. Og sko, við getum kíkt á Norður Írland, nú logar allt í óerðum þar. Þar er verið að gera svipað, sko. Þar hýsa þeir 3 sinnum fleiri ólöglega hælisleitendur sem hafa ekki fengið hælið þetta einu sinni ennþá heldur en heimamenn og heimilisleysi þar, ég held séu 30 manns skráðir heimilislausir þar. Men þetta getur ekki verið eðlileg framkoma við, það er ekki skrítið kannski að fólk sé reitt. Þú ert kannski með 20 manns að biðja íbúð og þú auglýsir ákveðu verð en þá kemur bara borgin og sá aðili sem mest hefur unni fyrir borgina í þeim efnum að sanka að borginni íbúðum fyrir hælisleitendur og segir, ég borga bara meira. Já, það er svoleiðis. Hvað ætlar að gera við þessa 20, segjum að það sé bara að blanda af Íslendingum og vinnandi aðilum þó er komið úr öðru löndum, en þeir komast ekki inn í þetta húsnæði vegna þess að þarna á að ýta inn fólki sem að hefur enga aðra stöðu hér í landi heldur en að þurfa að þiggja allt sem að þau gera og þá byrjum við bara að telja og þau fá ekki bara húsnæðið. Þau fá tannlæknaþjónustu, öll heilsugæsla, allt sem að þeim listir í sálfræði aðstoð eða hverju sem nemur, þau fá fjármuni. Það er sama hvar þú kemur niður, þau fá allt umfram hið íslenska fólk. Og þá segi ég, hvað hefur fólki sem byggði upp þetta land gert af sér? Ég hef aðeins skoðað þetta eldra fólk sem að ég leiðist svolítið inn á vegna þess að mér líður bara illa því að sjá þetta.
af hverju vantar okkur 600 hjúkrunar pláss? Af hverju? Vegna þess að það er ekki byggt. Af hverju ekki byggt? Að því það er ekki skaffaðir peninga til þess. Hver skaffa peningarna? Ríkið. Hver fara þeir? Þá kem ég aftur 100 milljörðunum. Við viljum stoppa þetta. Við viljum stoppa í 5 ár. Við viljum bara laga þetta. Við viljum bara, það verði allt tekið fyrir. Auðvitað líst fullt af aðilum ekkert á það. Auðvitað líst fullt af embættismönnum ekkert á það. Ef það bara fara hon í skjóðurnar og lesa sér til máli. Býtu, hvað hefur verið gert hér? Ég hef nú verið talsmaður þess að reyna að finna aðila sem að geti bara farið virkilega onni, óháðan aðila, sem geti bara virkilega farið ofan í þetta kerfi og sagt, hvaðan kemur stjórn þess? Að því hún kemur líklega bara ekkert frá þingmönnunum. Hún kemur eitthvað annar staðar frá. Þeir segja þá bara amen. Sko það er líka ekki bara fasteignamarkaðurinn. Ég veit það að hérna, nú las ég grein og það var í maí að mig minnir á síðasta ári. Þá hafði ein lögfræðistofa bara sem dæmi og það var sá aðili hann var í velferðaráði Reykjavík minni mig hérna, og ég er ekkert feiminn við hann afgreina menn, Magnús Nordahl, lögfræðingur, Pírati. Hann á þriðjung til dæmis í stofu sem var að fá 7 milljónur á mánuði við frá ríkinu við þetta. Ég veit ekki hvað það var eftir það, ég hef ekki fylgt í eftir, ég veit ekki það. Ég veit að það voru eftir að Morgunblaðið reyndi að forvitnast hvort þarna væru hagsmunatengsl og eitthvað svoleiðis að það var sagt að svo væri ekki. En ég meina, mér finnst skrítið ef þú ert að fá, sem sagt ef að stofa þú ert þriðjungseigandi stofu sem fær 7 milljónur á mánuði við þennan iðnað sem þú ert svo að stýra í rauninni hjá borginni. Mér finnst þetta mjög grunnsalegt. Er þetta ekki svolítið svona follow the money dæmi eða? Jú, þetta náttúrulega bara ekki að vera í boði að sé svona tengsl á milli, sko. En varandi þetta sem vorum að tala hérna áðan að, þú veist, eins og þetta dæmi með hann iðnað sem þetta tegir sér svo víða sko. Við erum að tala líka hérna, tökum bara gott dæmi. Alveg spriklandi dæmi, munurinn á að vera Íslendingur eða hælisleitandi og þú ætlar að taka bílpróf. Ef að kíkja þess á það, góðu félagi minn er ökukennari og ég hafði nú samband við hann nýverið þar sem einn ungu maður sem ég þekki þurfti að fara í endurtaka bílpróf, hafði hérna misprófið eða ekki sinnt í að endurnýja eða eitthvað og notaði bara ekki bíl í mörg ár og alltaf henda sér í að vera svo út ökuréttinn af því að hann var ekki komið með sko lengri tíma skírteini á sín tíma, þá þarf hann að fara aftur í skriflegt ökupróf og síðan í hérna verklegt í kjölfarið. Og hann benti mér á þessi góði vinur minn sem er ökukennari, sem er nú hefur marga fjörun á soppi, lífsreyndur maður á besta aldri og er að starfa við þetta. Þá hann benti mér á það að væri gríðarlegt fall í skriflega prófinu og ungi maður honum mætti ekki fallast hendur. Það veri fjöldi dæma sem sagt einstakleika frá honum og öllum öðrum kennurum sem þurfti að fara í þetta oft 3, 4, 5 sinnum til þess að ná venjulegu ökuprófi. Þessi ágæti maður sagði mér líka aðra sögu samhliða þessu og það er þegar hann kemur inn í það húsnæði sem hann notar við þetta og hann er náttúrulega inn á gafli í þessu kerfi öllu saman og þar gengur hann inn þar sem er fullur salur af hælisleitendum að þreyta próf til ökurétta á leigubíl til þess að mega að keyra leigubíl. Ekki einn einasti þeirra talaði ensku, ekki einn einasti talaði íslensku. Það var fólk að aðstoða þá við að fylla út prófið. Já. Hann greip þarna inn í og kraðist þess að fá að tala við þar sem stjórnaði þessu. Honum misböð svo rosalega hvað var í gangi að inni, vitandi hvað íslensk ungmenni og íslensk fólk var að gangi í gegnum til að fá venjulegt bílpróf. Það er bara hellingur og eins og hann talaði mjög mikið fall í skriflegu. Þarna var bara aðstofa fólk frá samgöngustofu að ástafa fólki við að fylla út prófin. Allir með síma, allir með þetta. Þegar þau einu og séð þurfti að gera var að setja krossa þar sem var satt að setja á. Og svo kemur einhver núna og segir þetta sem ég rétt að mér og ég segi bara víst. Þetta er bara nákvæmlega svona sem þetta gengur fyrir sig og ég held að fólk ætti að rifja upp í samhengi við þetta hvernig gekk þínu barnið að þér sjálfu með einhverju þér tengdum að ná skriflegu prófi
að maður tala ekki sko, það nú minna mál kannski með verklega, en að ná þessu skriflega prófi sem orðið miklu, þetta var nú leiðilegt að við Fúsi tókum þetta, en byttu fyrir þér í dag sko. Og svo þetta verið að mismuna enn og aftur, hann var að tala með eldra fólki áðan, fólk sem að þarf nauðsynlega á þjónustu og annað halda, það sett í síðasta sæti, þarna líka. Þannig að það eiginlega alveg sama inn á hvað við svið við förum, íslenskir þegnar eru í afgangsstærð í dag. Alveg sama hvað hver segir, þá það bara staðreynd eins og þetta í dag. Þetta hansi áhugavert. Og hvað með kostnað við þetta, veistu það? Ég held að enginn þeirra hafi borgað svo mikið sem 1 krónu. Það fylgdi sögur. Féð, sko. Já, það líka annað. Það lítið á það sem stuðning til að komast inn í íslensk samfélag og eitthvað alveg. Sem væri náttúrulega gott ef þetta væri jafn stuðningu við alla hlýtur að vera. Já, það bara ekki þannig. Þannig þetta mismun og það bara ekki heimild fyrir því að beita svona mismunun. Við höfum svona aðeins verið að nefna það í okkar samtökum að hvort það væri ekki bara ráð að endur skoða þessi mál frá því að þessi lög tóku gildi 2022 og hvort það væri ekki bara rétt að, já, ég nú verið svo harður að segja bara, heyrðu, eigum við ekki bara að allir sem að fengu meira prófið og bílprófið á þessum tíma, þeir komi bara aftur og hegi prófið á sama máta og allir aðrir. Eins og væri að ræða venjulegan Íslending. Já. Ef ekki bara orðaða þannig, hreint út. Og svo líka annað í þessu máli varðandi þessi Ólafsleigubílalög að við skiljum að það hægt að gera mistök. Þarna voru fólk sem við þekkjum báður í pólitíkinni og á Alþingi voru þá og í dag. Sem að fannst þetta bara æðislega, geta bara hringt í hvað þetta nú heitir, system alltaf bara komin æðislega hress bílstjóri eftir 2 mínútur. Það alltaf óraði yngar fyrir og myndir enda upp í rauðhólum og mistert þar eða borgaðir 100 áskall fyrir 5.000 krónur sköll eða slíkt. En það sem að við erum nú sangjarnir, það hægt að gera mistöku. Þegar maður gerir mistök og áttar sig á því, þá bætir maður fyrir þau strax. Það gerir maður með því að afnema þessi ónláslög. Þau falla bara úr gildi, það ökuheimildir og leyfi og allt saman sem búið að gefa út vegna þessar laga, þá bara afturkalla það og eins og Sigfús segir, öllum velkomið að koma og þreyja prófið eins og Íslending væri að ræða á ný. En þú færð ekkit leigubílaréttindi út á svona kokopöksprófi eins og þetta ræðir. Þetta bara meiri háttar pakki og fókdýr fyrir þá leigubílstjóra sem hafa starfað hérna í landinu í áratugi. Og hvað skeður þegar einhver einn maður ætlar að fara að benda á þetta saman? Hann bara komin í ruslflokk á Íslandi. Það bara hringst á lögregluna. Ég var lættu sjá sig á Suðurnesjum. Við erum vantarlega að ræða taxihundir. Já, ég að nefna hann þar, sko. Já. Þannig að, eins og heyra, alveg sama hvað grípur niður. Ef að fara í tannlæknana, sem dæmi, þú veist, venjulegur Íslendingur lendir í klandri með stellið í sér á nokkur ára fresti, af því að það bara hreinlega fjárhárin naumur. Það ekki allir svo heppnir eins og ég að geta bara fara á hverju einasta ári í Gumma tannlækni og hann grandskoðar allt og filmar og alla græður og segir svo þetta sé í lagi og sendir mig heim. Ég var líka á tímabilið að minna fyrir mörgum áratugum síðan, þá hafði ég bara ekkert efni á þessu. Og þá fekk ég þetta ekkert okkipis. Af hverju einhver sem að kemur utanfrá, settur fram fyrir mig, nú ég ekki að tala um mig, sem Íslending, það bara mér óskiljanlegt. Þetta mismunun og fólki sem að ákveður að þessi mismunun sé fín fólki sem að gjammar hvað mest að mismunun sé ræðileg. En hún í lagi eða að vera mismunna íslenskum borgurum. Svo kallið jákvæð mismunun sem náttúrulega bara mismunun. Já, við getum kallað hana jákvæða en mismunun bara mismunun. Það bara þannig. Vandamálið að dæmin eru endalaus og ég get kannski ekki gripið allar sögur sem hringdar í mig eða mér eru sendar en ég get kannski sagt sögur sem ég verð fyrir sjálfur og við erum að taka tannlæknaþjónustu, við erum að taka ökuprófin en við vindum okkur allt yfir í heilbrigðiskerfið. Ég þurfti nú fyrir svona 2 árum að eða talsverðum tíma á læknastofum og spítölum og öðru slíku og það var akkurat á þeim tíma þar sem að það virtist bara vera það voru bara allir hælisleitendur hjá lækni. Maður satt á biðstofu
og það kom bara hælisleitandi inn í þetta skilsi. Ég sá það svakalega stað, það var sómali sem kom inn og labbaði inn og gekk að afgreiðslustúlkunum, 2 ungu stúlkum og hafði mjög ljót orð og sagði bara ég á leiðin að hitta lækni og eitthvað svoleiðis og það urði mikið læti og það endaði með því að það opnaði hurð á bakvið mig og kallaði læknir gjörðu svo vel og hann fer þarna inn og maður heyri bara háðan inni og eitthvað vildi hann fá en að minnsta kosti með að ég býð enn og flest allir aðrir á biðstofunni þá lappar þessi maður út og hreytir í þessar ungu stúlkur og mér fannst ég þurfa að skipta mér af og lappa til hans og segja honum að bara koma sér út og íti svona á þess að íta á hann þá sé ég nú það undarlegasta úti beið leigubíl og ég veit að hann borgaði hann ekki og hann svippaði sér inn í hann og með öllum þeim ófögru orðum til mín sem að við var að bjóða dæmi númer 2, örstutt ég ligg inn á spítala á gangi eins og svona 10 önnur gamalmenni ég kannski ekki gamalmenni en ég lúkkaði með stökusti þannig en þetta gamla fólk það var hræðilega á sig komið það var hræðilega, heyriði var hræðilega á sig komið hver lá á stofunni? Hælisleitandi vegna þess að hann þurfti þess þar sem að hjá honum voru fullt af öðrum af hans flokki, hans fólki og maður hugsaði bara, wow, þetta allstaðar og þessir hlutir kynntu mig það mikið upp á endanum setti ég þessi mál í gang. Ég held að þetta sé svolítið sem að almenningur kannski ekki að upplifa og það sem við erum hér að segja fólki ekki átt að segja á. Nei, ég held að það sé mikið af fólki sem bara heyrir þetta, trúir sig ekki. Heldur þetta séu ígjur, það bara... Já, það alveg á hreinu að það mikið af fólki sem heldur þetta séu ígjur þannig til að lendir í þessu bara sjálft, sko. Já, akkurat. Ég get bara sagt fyrir sjálfa mig með, ég ákvað það að ég var lendi að brjóti með 2 tennur og ég tímdi ekki að gera við þar á Íslandi vegna þess að ég var að leiðin til Spánarfljótlega þess að ég hendi mig til tannlæknisfrekar. Það kostaði 1/4 sem það kostaði hér. Þannig að ég get alveg tekið undir þetta með tannlæknina, sko, ég var frekar með 2 brotnar tennur í einhverja mánuði frekar en að... Þetta hefur hitt beint í mark hjá mér. Já, tannlæknadæmi, já, ég get alveg viðurkennt það. Það eru einhverjum tannlæknastofu sem á samningi við Útlendingastofnun eða Vinnumálastofnun eða hvernig sem að rýfur fram þessa peninga. Það eru bara 25% af vinnudeginum ætluð í þetta. Þetta alveg svakalega, en hvers vegna... Hvað maður að segja, af hverju fólk sem að berst gegn mismunun, það svona fylgjandi eða blind fyrir jákvæðri mismunun? Hvað hafið ykkur? Því sem það kallar jákvæða mismunun. Já, því sem það kallar jákvæða mismunun. Ég held sko að þetta fólk gerir sér ekkert grein, einu sinni, ekki þetta fólk heldur, gerir sér bara grein fyrir því hvað það að segja. Og ég held nú reyndar að það sé komin smá breyting á. Það hefur haft samband við með fólk sem hefur beðið að hætta að tala um vinstrimenn. Því að vinstrimenn getur verið sammála okkur og það sem vinstrimaður sé sammála. Og ég sagði, jú, það kannski óréttlátt að tala um vinstrimenn en ég veit ekki um marga hægri menn sem ósammála því sem ég að segja. Þannig að ég veit, uppkom, ef að kalla það bara öfgafólk. Og mér finnst það bara mjög sniðugt. Þetta bara öfgafólk nema það bara í hinn áttina. Já, miðað við það sem við erum búin að vera að ræða hérna, þá náttúrulega sko, miðað við að það átt að vera hérna í Valhöll og annað og að mér vitandi séu aðilar sem eru stórtækir á fasteignamarkaði sem að hafa tengslat inn í sjálfstæðisflokki. Ég enda búin að tala um það í svolítinn tíma sko, sem að svona, margir verða reiðir yfir. Já. Þá það ekki vinstri menn eða hvað sem að... Nei, þarna náttúrulega líka við gleymum líka. Ég tók þetta sem dæmi að því ég var hann inni með þessi tildendu atriði þarna. En við vitum, ég þekki alveg hvernig að það eiginlega svolítið brask þvert á flokka. Þetta fólk úr öllu flokku sem að stunda viðskipta af þessum tagi. Sko. Það kannski þetta, ég þá kannski sérstaklega að tala um að þetta kannski ekki fólki sem hefur hátt. Nei, þetta fólki sem að fer hér og þar inn en fólki sem hefur hátt fólki sem að segir við verðum að taka á móti þessir aðilar fara allt aðra leið af því og við verðum lítið vör við það nema þeir sem að kannski starfa í fasteignageiranum eða eru íbúðareigendur, hóteleigendur. Þú sér nú bara JL-húsið, því var nú bara þrýst í gegn að sú leiga gæti farið fram
Þar, ég tók það eitthvað saman daginn, ég held að það hafi verið 417 milljónir á ári. 417 milljónir á ári. Maður fá fyrir það. Sem að leigan þar á ári. Ég held að þar búi 70 aðilar. Já, ég held að það verið 68 eða 70 einstaklingar sem eru þar í dag, sko. Hver sem staða verður á morgun eða í næstu viku. Aðalmálið að þessi alvarleiki með, eins og ef við förum aftur yfir í fastamarkaðin, það hvernig þetta þurr-eis markaðin og venjulegt fólk getur ekki keppt við svona öfluga aðila eins og Útlendingastofnun og Nei, og leigufélög sem að staðgreiða þetta bara fyrir. Já, og þar að leiðandi myndin bara á, þannig erum við bara komin í dag. Og ég kem nú hverfi sem að ég keypti í að það var svo friðsamt og hugulegt upp í Úlfarsárdal. Það heldur betur breyst síðustu misserinn. Jú. Ég man bara ekki eftir öðru hverfi í Reykjavík þar sem búið að fremja sko lífshættulegar líkamsárásir svo margar, ég man ekki hverju margar, fremja 1 eða 2 morð sko og maður klórar sig bara í haustum og spyr hvert erum við eiginlega komin. Ég man svo ég reyni nú að setja aðeins ofan í ef ég reyfi upp komment frá konu sem að tjáði sig þetta mál á kommentakriðlan ekkert að nafngreinana en hún sagði að hún yrði nú ekki vörfi mikið í þessu hverfi. Það hefði nú bara verið þessi sveðjuárás, svo hefði verið önnur sveðjuárás fyrir stuttu og svo ein skotárás fyrir einhverjum mánuðum síðan en að öðru leyti væri þetta bara mjög fínt. Það reyndar enn þann daginn í dag að því að ég fæ send svona, ekki send heldur hef ég séð, það inn á Facebook síðu, það alltaf að koma nýtt og nýtt, öskrandi menn og bílar út á miðri götu, hurðar opnar og lögreglan að handtaka og allt þetta. Þetta enn í fullum gangi. Þetta hefur lítið breyst en hefur enginn sést með sveðju nýverið, en það kannski gæti breyst líka. Þetta kannski verst fyrir fólkið sem að býr þarna í þessum húsum sem eru þó sérstaklega verðist að veri fyllt af fólki en þarna eru líka Íslendingar og bara annað venjulegt fólk. Ég fekk eitt símtal, ég verð að taka það fram að ég var svolítið sko, hvernig hægt að búa við þetta? Þar sem að þú átt 17-18 ára gamla dóttur og hún getur ekki gengið stigaganginn nemi fylgd föðursins. Hún þorir ekki inn í bílageymslu því að það bara setið fyrir henni. Hvernig þetta? Af hverju sættu okkur við þetta? Og þá komum við einmitt inn á kröfun og þetta sönn saga sem maður að segja hérna. Þetta bara, ég heyri þetta náttúrulega svolítið frá fólkinu sjálfu líka og hvað vildi ég nú sagt það, maður eiginlega hálf mállaus og köflum þegar maður að spá í þetta. En það sem í stefnun hjá okkur, þú brýtur af þér, þú ert sem hælisleitandi eða hvað það heitir, þá færðu bara stimpilinn. Þér bara vísa á landi. Það myndi heldur betur virka þarna, það sem að einn af þeim stórtækari með sveðjunarnum daginn, sem dæmi, hann ætti að vera fyrir lifandis löngu farin á landi. Það að því að hann svo kallaður síbrotamaður í svona djöfulgang. Og þess vegna þetta svo gott að vera með svona einfalt regluverk og við erum ekki að finna upp hjólið. Þetta bara það sem að siðmenntaðar þjóðir hafa sem viðmið í bunkum, 20 og 100 saman. Mér finnst gott að tala til dæmis nú kynnti ég mér þetta til dæmis daginn, til dæmis Sameinuðu arabísku furstadæmin. Nú eru þau með að ég veit það bil 200.000 palestínumenn innan sinna landamæra. Reyndar enginn að beinn flóttamaður inn til þeirra sem þeir eru kannski komið sem flóttamenn inn í önnur lönd en hafa svo flutt þarna. Þeir eru allir á svona vinnupassa svo kalluðum. Já. Og þar þeir fá ekkert frá ríkinu reyndar sko, þeir koma þarna til að vinna. En þar þurfa þeir sem sagt, ef þeir brjóta lögin þar, þá það einmitt bara beint úr landi. Og þar þetta dæmi þar sem að sambúð við þessa aðila hefur gengið bara mjög vel að því að það eru, við vitum það bara. Skýra reglur. Þú ferð þarna í Sameinuðu arabísku furstadæmi, þú ert ekkert að biðja undanþágur eða neitt svoleiðis, þú ferð ekkert slíkt. Og það bara beint út ef þú ert með slíkt, þannig að mér bara gott að benda á fordæmi sem eru til staðar. Þar bara gengur þessi sambúð mjög vel vegna þessa myndi ég giska á. Það því að reglurnar eru bara mjög skýrar og það ekkert, það ekki tímaðisla, þú brýtur að þér á mánudegi og þú ert farin á þriðjudegi. Sko. Það þannig. En þarna kemur líka fólk, eins og þú segir kannski, frá öðrum löndum sem hefur kannski verið til friðs í öðru löndum, öðru sér ferða ekki þangað.
við erum að taka á móti fullt af fólki sem við vitum ekkert Já, það góða punktur. Við vitum bara ekkert Ég veit að það er ekki hvernig allar að rannsaka fortið einhvers sem að kemur hingað inn og enginn veit neitt hann. Þú ferð ekki hver allar að fara eða hvað á að gera. Við verðum að, sko, það er partur af okkar markmiðum er að ná því að segja við þurfum bara að gefa okkur tíma í bakgrunnsrannsókn á hverjum og einum. Og ég held gamla góða systemið þegar við tókum bara á móti kvóta af fólki og sögðum ok, við skulum gera okkar besta í aðstoða þennan hóp. Sumt að því hefur svo sem ekkert vel virkað, það er hópur á Akranesi sem aldrei mætti í vinnu einu sinni og hann hefur bara verið á félagslega kerfinu. Sko, við þurfum að stoppa. Allt sem við erum búin að segja hér í dag, það sem að þú er búin að nefna og spurja, ef einhver segir, nei, þetta er bara fínt, þá myndi ég halda að hann væri bara heyrnarlaus. Eða stórtækur í hælisleitenda iðnaðinum. Já, sko. Sem hinn skýringin, sko. Já. Mér finnst þetta bara orðið svo mikið. Ok, þegar ég byrjaði á þessu, þá var ég svona frekar ergilegur yfir ákveðnum hlutum, en þeir eru löngu, sko, þeir eru bara svo litlir að þetta er allt komið ofan á, allt það sem að við almenningur verðum fyrir, það sem að unglingar sem að eru bara á glapstigum, sem er hægt að bjarga, það eru menn að ringi í mig sem er í þessum geira og biðja mig að koma að tala við sig og vilja sína mig hvað þeir eru að reyna að gera. En það stýður nú allt saman. Hvers vegna? Það er ekki til peningar. Svo gleymist það náttúrulega líka að mér finnst, það er að ekki síður fórnarlömb í þessu öllu saman eru góðu innflytjendur okkar, sem að langstærstur meirihluta náttúrulega er til fólk sem kemur hérna jafnvel af sama þjóðerni og annað og verður jafnvel fyrir auðvitað myndast ákveðin pirringur út af þessu, það, þú veist, annað er bara óhjákvæmilegt og það myndi ég persónulega skrifa á þá sem að leyfðu ástandinu að komast á þennan stað. Akkúrat. En þetta bitnar ekkert síður á því góða fólki og það er svo furðulegt með það er fólk sem hefur eiginlega mun sterkari skoðanir heldur en nokkur okkar tryggja. Það er staðreynd, ég nú séð svona að því maður er búin að vera að kynna sér þetta vítt og breytt, að það er nú oft þannig að það er fólk að sem kemur úr sama ranni, það er 10 sinnum harðar en við í sínum dómi. Ég get bara nefnt sem dæmi að ef við tökum bara núna, ef við tölum múslimskt ríki, 75% þjóðarinnar eru múslimar, Kazakstan, þeir voru að samþykkja lög í gær sem að forsetinn var að undirrita, komu samþykkt með miklu meirihluta af þingi og forseti Kazakstan undirritaði þessu lög og þau tóku gildi í gær sem banna búrkur, banna níkab og banna hijab. Ef fólk veit ekki hvað búrkur, níkab og hijab eru, þá er sem sagt búrka búnaður sem að hylur hvern millimetr líkamanns þar með talið augun á konum. Níkabið það hylur hvern millimetr líkamanns allt nema augu, það má sjá sklitt í þau og síðan er það hijabið sem er þá meiri höfubúnaður, hylur hár, háls og sem sagt andlit frá höku upp að augum má sjást. Þetta er þessi 3 megin tákn sem að maður getur lýst þessu fyrir. Þeir eru búin að banna þetta alls saman. Þetta er í Kazakstan sem er nú múslimskt ríki, þannig að ég fór að kynna mér þetta. Eru fleiri múslimsk lönd þar sem að múslimar eru í meirihluta sem eru búin að taka upp svona lög og viti menn, við erum eiginlega bara krossbrá. Ég ætla bara að renna í þetta fyrir ykkur. Og þá er það þannig að við tökum bara þessi hefðbundnu ríki hér á Vesturlöndum. Það eru Austurríki, Belgía, Danmörk, Noregur, Sviss, Luxemborg, Holland, Frakland, Kanada. Þar eru sem sagt búrkurnar bannaður og þetta níkab. En hijabið er svona ekki vel séð en í einhverjum af þessum löndum gæti það mögulega sloppið. En svo snúið okkur öðru, þannig getum við hent inn Kanada líka, sem er nú alveg líberal land, en þetta vilja þær ekki. En svo tökum við stefnubreytingu og förum yfir í bara múslimsk lönd. Það eru Tyrkland, Túnis, Sri Lanka, Kosovo, Kirgistan,
Úsbekistan, Kazakstan, banna þetta allir. Þetta eru lönd sem eru sko frá 75 og upp í 99% múslimalönd. Og það einfallega því að þannig eru við að tala með þegar þú varst að tala að fólk sem kemur úr sama ranni og bara lifir heilbrigðu lífi, það býr í þessum löndum sem ég var að nefna. Við höfum ekki öll, ég hef ekki farið á gaðinu, næstu í, Tyrkland sem dæmi, að það tiltölulega vestrænt en þann daginn í dag. Fleiri lönd voru það eins og Afganistan og Líbanon og fleiri lönd, þar sem voru bara vinsalir ferðastæðir, Íran þegar hétt Persía og allt í góðu. Þetta allt saman farið, þetta allt sokkið í þennan ofstoppa hryllingspitt sem þetta ofstækið í Íslam boðar, það bara þannig. Og einhver þekkaða betur heldur múslimar sjálfur sem hafa þá flutt og reynt að komast til annara svona siðmenntaðari af mínum mati múslimska landa. Og þar eru þeir bara girða fyrir, ég spáði í það, Tyrkland, á öllu stöðum. Þeir ætli ekki að hleypa þessu í þennan farveg að þetta hverfi bara sömu leið og þessar lönd sem ég var að nefna fóru. Og mér finnst það bara virðingavert og þegar að fólk frá þessum stöðum farið að horfa á okkur með undrunarsvip og spyr hvað eru þau eiginlega að spá, þá ættum við að vita að við erum komin á land. Það bara þannig. Þetta finnst mér mjög góða punktur. Bróðir minn vinnur meðal annars út í Óman. Hann einmitt talar að það sé svipaður hugsunarháttur þar. Þeir vilja ekki, sko, þú þarft, það gríðarleg bakgrunnsskoðun ef þú ætlar að koma að vinna þar. Þeir vilja ekki fá neitt svona öfga fólk til sín. Þar eru sko, það er kannski aðra reglur og hefðir og það er sama prinsip, sko, þetta eru mjög lögklíði land sem og fólk, það er bara hörð viðurlög fyrir að brjóta það. Og ég á góða vinkonum frá Íran. Hún einmitt flúði hérna til Íslands til að hún kemur frá svæði í Íran sem er mjög heittrúað. Það er ekki öll svæði í Íran þannig en hún kom til Íslands til að geta skilið við manni sinn. Hún plataði hann til Íslands til að geta skilið við hann og býr svo hérna á Íslandi. Henni finnst þetta orðið svoleiðis, sko, ég get ekki haft eftir hér í útsendingu það sem hún segir þessi mál, sko. Við Sigfús bjóðum hana bara velkomna, þessa konu og óskum henni til hamingju. En talandi sko allt þetta erlenda fólk sem er hérna, sko, ég verð oft svona pínlítið, af hverju segir fólk svona hluti eins og þú veit nú kannski að lýsa á annan hátt, en fólk segir sko, þegar ég segi, af hverju eru 56% erlendir aðilar á atvinnuleysisskrá? Hér er nóg að vinna að fá. Þá kemur þetta skrýtna svar frá þessu ofurgóða fólki, við gefum þeim bara ekki tækifæri. Ok, ef ég reyni að skoða mig og allt í kringum mig, ég þekki mjög mikið af fólki, sem er atvinnuveitendur, sko, ef ég spyr fólkið, hefurðu eitthvað gegn þessu fólki sem eru að vinna fyrir því? Gegn, þetta er bara frábært fólk, bara æðislegt fólk. Og þá fer ég að spyrja mig, af hverju er þá 56% á atvinnuleysisskrá? Og þá fer ég að spá mig, er það kannski bara fólk sem að koma hingað til þess að gera það? Ég er ekki að taka alla þarna, en við vitum alltaf að það er alltaf einhver hópur sem að er okkur erfiður. Ég spyr bara, verðum við ekki eitthvað að fara að skoða þetta allt saman? Við vorum með samstöðufundir í bæjum daginn og þegar ég mæti á svæðið þá voru það svona eins og 6 útlendingar ofurölvi og eru það líklega stæðlega og þetta eru við búin að flytja inn og heimila hjá okkur en sko, þeir voru svo sem allir til friðs nema einn og fóru bara en einn þurfti aðeins að hafa hátt en þá segi ég, við getum ekki hjálpa þessu fólki vegna þess að við erum allt annað að gera en einhvers stað þurfum við að fara að koma inn og segja, ef við ekki að enn og aftur, ef við ekki að hæja á þessu, ef við ekki bara að stoppa þetta, ef við ekki að fara að vinna úr þessu öllu, við þurfum líka að fara að vinna úr okkar eigin fólki. Hvað getum við gert fyrir það? Hvað getum við gert fyrir þessa unglinga? Sko, ég mestu áhyggjurnar mínar byrjaði eiginlega fyrir svona 6 árum af þessu, þó ég hafi alla tíð haft áhyggjur. Þá rúmum 6 árum síðan eignaðist ég mitt fyrsta barnabarn. Og ég fór bara að hugsa, í hverju munum standa? Og svo kom ungur drengur 2 árum seinna og ég hugsaði bara, hvað mun gerast? Og
eftir þetta var eiginlega, gat ég ekkert sloppið því að ég sá að þetta versnaði bara. Ekki líka merkilegt hvað fólk virðist skipta oft skoðanir við það að verða foreldrar. Hún var bara svona sem dæmi, hún heitir nú hvað heitir hún þekkt, bandarískur uppistandari, já, Whitney Cummings heitir hún. Hún ekki klámyndaleikona þó að nafnið gefur kannski ekki kynna henni. Hún er frægur bandarískur uppistandur og með þeim svona frægari kvenkyns upp. Hún einmitt sagði það eftir að hún varð móðir, þá snögg breyttist hennar pólitíska afstaða. Nú á ég 11 ára dóttur, ég á 4 ára dóttur og ég á einn strák á leiðinni, skilurðu. Þannig að auðvitað hugsa maður spurðu hvaða foreldri sem hefur þurft að fá einhver úrræði fyrir barnið sitt, hvernig það gengur. Hversu hægt eða hratt það gengur hjá þeim. Málörfun? Já. Íða bara 3 ár, 4 ár. Og hvert ertu búin að missa barnið þá? Það er langur tími hjá barnið sem á erfitt. Já. Það er alveg óhætt að segja það og ég tala nú ekki þessar niðurstöður sem komið út úr Breiðholtsskóla sem voru þær ekki eitthvað sláandi þarna. Þeir heimta að þau myndu taka einhver samrænt próf aftur. Og hafandi unnið sem kennari, þá get ég nú sagt, ég var með einn nemanda í hópnum sem talaði ekki íslensku og ekki ensku. Bara hafa einn nemanda í hópnum gerði það að verkum að ég í rauninni þurfti ofta að velja og ég hef rosa samúð með kennurum hvað þetta varðar. Já. Ég þurfti að velja hvort ég ætlaði að einbeita mér að þessu nemanda og láta restina sitja á hakanum eða öfugt. Ætla ég að kenna 29 nemendum eða einum. Já. Í rauninni, Í dag hefur ekki þetta val. Það er lágmark 40% erlend börn í hverjum bekk. 40% upp í 80-90 og getur ímyndaðir vinnuna. Í einum skólanum er 40% hlutfall erlend börn og þann hefur sá skóla með 400 börn og þar eru 10 stuðningsfulltrúar. 10. Já, þetta er bara, þetta hefur náttúrulega bara verið stundað í marga áratugi ef ekki lengur, skiljiði, hjá svona normal þjóðum að þeir eru að koma erlendi nemendur, hvort sem það eru, ef við tökum bara Asíu eða einhver svona miðausturlöndi eða eitthvað það sem er að koma mikið að Bretum eða Hollendingum eða Þjóðverjum eða hvað er til langvarandi starfa, börnið er að fara ekki bara í næsta grunnskóla í borginni, af því að þau myndi ekki fylgjast með í 1 sekundu. Þau fara bara í svo kallaðan English school þar sem allt er kennt og þau fara úr honum, hvort sem það er eftir 1 ár eða 2 ár, þegar eru orðin hæf í að fara inn í venjulega skólakerfið. Auðvitað á sama að vera hér. Það er einhver greiði gerðu með þessu að vera að tala hvað heitir þetta skóli án aðgreiningar, skelfingin, Það bitnaði nú svolítið á minni fjölskyldu, já nú dóttur sem að lenti í hrömmum þeirra skelfingar, en nóg það, þannig að ég þekki hvað þeir eru að tala en þannig eru að tala enn og aftur bara heilbriða skynsemi og hvað er bara galið að láta þetta eftir í hug. Þú setur ekki börn sem tala ekki stakt orð í íslensku eða ensku inn í venjulegan skóla á Íslandi. Bara hverjum dettur það í hug? Það er miklu betra, númer 1, fyrir þessi börn sjálf, að fá bara frið til að komast inn í íslensk samfélag, íslensk gildi, læra tungumálið og annað og geta verið á svona sirka jafnræðis grunni með skólafélagunum í kjölfarið af því, hvort sem það tekur 1 ár eða 2 ár eða 3 og það skiptir ekki öllu máli þeim er kennt í þessum skóla sem að yrði safnskóli fyrir erlend börn og ímyndi ykkur munin fyrir íslensku nemynduna þegar þau komu yfir í skólan, það er bara að dæja við eðlileg samskipti og allt í góðu og þau geta fylgst með í tímum og annað og ímyndi ykkur munin fyrir kennarana og ímyndi ykkur hvaða væri í fínu lagi að setja aftur á samrænt próf þá. Af því að skólar sem er ekki með neitt gæðastjórnunarkerfi sem hægt að styðjast við eins og samrændu prófin hafa verið í gegnum árin, hann stefnir náttúrulega bara til glötunar. Það er enginn að fylgjast með og þetta sturtast bara niður í óefni. Og hvar eigum við að grípa inn í þegar allt er komið í steik? Það er nú reyndar orðið fyrir eitthvað slæmt ástand, skils mér á þeim kennurum sem ég þekki í dag, en það er alltaf betra of seint en aldrei. Þannig að þetta er bara eitt af fjöldamörgum dæmum sem við erum að nefna í okkar málflutning og meðan að menn eru bara í einhverju kaffi og bjórdrykki og spjalli á kaffihúsum sem eiga að vera einn á alþingi að vinna fyrir okkur.
gera ekkert í þessum málum með að leggja fram raunhæf vel unnin þingmálin sem ég var að tala áðan, þá eru þeir bara eins og gróa á leiti. Þannig að alltaf endi ekki með því að við Sigfús verðum bara að ryðjast inn á völlin og láta eitthvað ske. Það sem að Baldur segir eiginlega hægt að styðja við þessar breytingar tillögur við lög sem að hafa verið gerð. Þær ná ekki neitt. Nú átti að laga þetta leigubílamál með nýjum lögum. Hvað hefur komið út úr því? Það er eiginlega, ég sé bara eitt og það er stöðvarskylda. Ég segi svo sem alveg frábært að setja á stöðvarskyldu að það getur ekki sem einmenningur keyrt og gert engin skil á þér og neitt. En hversu langt nær stöðvarskyldan? Jú, við ætlum að láta vera eftirlit, við ætlum að tengja posan við mælinn og eitthvað, ok, þá stimplar hann bara mælinn áður og hann fer bara eitthvað fullt og engin skilur neitt. Ég ætla ekki að fara í eitthvað manngreiningar álit, en ég held við vitum öll hver getur stofnað stöð. Það geta allir stofnað stöð. Og þangað getur bara þeist á einhver ákveðin hópur af mönnum sem hefur fengið sitt skírteini til aksturs á leigubíl á annan hátt heldur en flestir hinn í bílstjórarnir. Gott dæmi í dag það bara þannig að þú keyrir með fólk og fólk að lendi í svo þetta er bara sönn saga, þar sem að kona keyrir fyrir leigubíl og hann keyrir þessa stuttu vegalengd og það stendur 4.000 á mælinum. Ekkert óeðlilegt með vegalengdina og hún bara greiðir og nota bene, þegar hún er búin að borga, komin inn á hótelið þá sér hún borgaði 24.000. Já. Nú, hvernig stóð því? Það er náttúrulega bara posin, þarna slær bara viðkomandi 24.000 inn á posan og hún setur bara óvart kortið í, hún sér ekki einu sinni á skjáin, frekar en ég sjá á skjáin á þessa posa, þegar hann partir fram í að það er tegja melli sætanans að borga. Þessi óheiðarleiki, hann getur ekki gengið lengur. Nú verð ég að fá að taka aðeins. Taxi Hunter, við skulum aðeins taka hann. Hann berst einn meira og minna nema allir leigubílstjórarnir sem hafa hringt í mig og sagt, þú verður að styðja hann. Hann vill svolítið vinna einn, það ég veit, og vill slá þessa baráttu sjálfur. En hvað er hann að fást við? Ég hef sagt að Ísafía sem þarna stjórnar öllum málum á þessu plani þar sem að þessi mestu slagsmál og mesta svindl fer fram á. Þannig að kemur einhver fulltrúi fyrirtækisins og heldur í fram að þarna að verða einhver starfsmaður úti að sjatla mál og annars líkt og þarna hefur enginn sést. Hvern sem ég spyr sem tekur leigubíl, hann sér aldrei nokkurn einasta mann. Taxi Hunter sér þá örsjaldan og þá það litli strákar í vestum frá parkingþjónustunni sem að vita ekkert hvað að gera hann að hringja löggun á Taxi Hunter. Hann virðist nú vera mjög ákveðin í sínu sem bara alveg frábært og þeir hræðast hann þessir aðilar en á meðan mun þetta viðgangast. Við erum með ömurlegt skor í þjónustu á flugvellinu. Þetta dýrasta fyrirtæki á Íslandi. Hvað er málið? Erlendis, Dubai, þú lappar út úr flugvefninni og það eru bara akreinar eftir akreinar og bara menn sem stoppa þig, svo bara gjörið þið svo vel og þá bara koma þarna 10 bílar og það fara allir inn í þá og svo bara stoppið þið. Er þetta flókið? Nei, þetta er mjög einfalt og þarna, þú hver sem ég kem nema Svíþjóð, þar lappaði maður í gynið á svindlófnum, einhverjir Tyrkir og arabar sem að tók á móti manni og maður var bara hræddur. Viljum við þetta? Enginn vill þetta sem ég veit Enginn. Það á að vera, þetta var næs eins og þetta var eins og maður var uppalinn við bara og meira og minna alla sína hönstíða. Það var ákveðið öryggi í leigubíl. Eftir að koma vinni af vandamanni heim sem að var í slæma ástandi og annað og þá kannst treyst í. Þú talaði bara um bílstjórann og þú kannst treyst í að þetta var allt í góðu. Í dag það löngu farið en ég verð að skjóta inn einni góðri að því Taxi Hunterinn alltaf að segja okkur sögur og ég ætla að segja honum eina góða. Og það var að þessar sögur sem hann búin að vera að birta og þessi sturlun og þessi myndbönd það sem liggur við hjólandi í hann fyrir utan flugstöðuna, ég veit ekki hvað fólk hugsaður örugglega hvað var ég að vilja hingað Þetta eru meira átt að gróf. Þarna einhver ungur maður að arbeidskum uppfram sem að hrindir eldri manni
maður næri sig ekki. En ég hef einu sinni áður mæfina upplifað svona, en það var ekki á Íslandi, það var í Kaíró 1983 og ég sagði mitt við strákana, hvert eru við eiginlega komnir? Þeir voru hrindandi hver öðrum og rífandi í okkur að draga okkur inn í einhverju leigubíl og eitthvað. Heyrðu, ekki óraði mig fyrir því, fyrir öllum þessum árum síðan, hvað þetta? 42 ár síðan, að ég myndi bara horfa upp á það sama verið í gangi upp í flugstöð á Íslandi. En að því þú sagðir þetta, þá langar mig líka að taka það fram aðeins að bera bætiflokka fyrir Svíjan, sko. Ég fór bara út og vill þess að hurð, sko. Því að þar var allur skrýllinn. Ef ég hefði bara aðstæðst út rétt að hurð, þá hefði ég fengið svona nokkuð löglega leigubíla og annað slíkt, sko. En hér... Þú lenda á hörkurunum. Já, hér getur ekkert gert slíkt. Þú lendir bara í skrýlnum og innanum eru hreyfilsbílstjórarnir sem að vilja telja sig hinna bestu menn. En hvað gerir þú þegar jafnvel sýnt eitthvað merki frá hreyfli sem er svona skora skálliðar og hreyfill í miðunni, en allt í henni komið bara eitthvað skálliðar og merki eins og hreyfilsmerkið nema þar stendur öber inn í. Já. Er það ekki, eru þeir ekki með höfundaréttarvörn? Já, það er spurning, getur. Ég hefði haldið það. En ég verð samt að bæta inn við Kairósöguna sem að á svo vel við akkurat núna. Og það er að þegar við lendum í þessu leigubíla fíaskóið þetta, sem ég sé svo upp í Leifsstöð í dag, 40 ára síðar, þá verð ég samt að minnast á að við fórum fyrst í getum Fríhöfnina. Já. Þar á flugvelli. Og þar var úrvalið aðalega 2 hlutir. Það voru beglaðir ískápar og White Horse whisky. Og ég mani þetta alltaf. Ég ætlaði að reyna að grípa mér eitthvað, þú veist, eitthvað svona alþjóðleg súkkula, eitthvað til að eiga svona sem energi neyðar eitthvað. Heyrðu, það var ekki tækt. Ég gæti bara fengið mér annað White Horse whisky eða beglaðan ískáp og viti menn, úrvalið í Fríhöfninni í dag eftir að Hænemann tóku við er sambarilegt. Eða horfið í heilunar. Það er líka allt dýrara nema áfengið. Allt dýrara, það er ekki til. En við langar bara að því að við erum að ræða þetta og að þetta er örlítill útidúr. Ég held að þetta útboð Ísavía á rekstri Fríhafnunar sé bara ólöglegt. Því að það stendur í lögum flugvellin, hann skuli rekin af íslenskum aðilum. Já, það er svo leiðis. Já, og íslensk vara skuli háum höfð. Það er í lögunum, veit ég. Og ég man ekki hvort það er alveg pinnað, en það er sennilega rétt hjá þér. En allavega hefur talað um að íslenskar afurðir skuli vera í háum höfðar í vörúrvali. Það held ég að sé nú alveg farið. Ég tek nú undir með einum mínu sem að skrifaði greinum að dagina. Ég ætla nú að stelast í eina nefntópastós þegar ég kom síðast heim, en það er ekki til. Það er ekki horfið úr. Það er horfið. Það er ekki nóg mikil arsi með á dósinni. Nei. Ég bara... Ég lifi það alveg af. Þetta er samt svolítið magnað að sjá mánuð eftir mánuð tómar hillur í svona. Þetta er... Ég hef ekki séð þetta síðan í Kaíró 83. Það er bara hannig. Þetta með kennaradæmi sem við vorum að ræða á hann. Nú þekki ég eina konu sem vinnur sem kennari og ég veit að hún er búin að vinna sem kennari í áratugi. Manneskja sem var með mikinn metnað fyrir sínu starfi og ég þekki nokkra kennara, þó nokkra. Enginn þeirra er aðdáandi þetta með skóli án aðgreiningar, bara ekki einn einasti. Og þessi tiltekni kennari sem umræðir, hún segir að það sem að henni fannst bara skemmtilegast í heimi hér áður, nú snýst þetta bara fyrir hana að komast í gegnum daginn. Já. Og það er ekki vegna þess að hennar, þetta eru viðhorf hennar náttúrulega breyst, en það er ekki ástæðan er ekki svo að hún sé orðin leið á starfinu, sko. Nei, þetta er bara ekki hægt lengur. Hún getur ekki bætt í vinnuna með og spáði í hvað það er leiðilegt. Þú ert með svona hugsjón fyrir starfinu og hefur gaman að því að eins og við höfum öll sem að stöndum okkur, það er bara gaman að ganga vel og láta hlutina ganga vel í vinnunni, hvað það hlýtur að vera niðurdrepandi svona dag eftir dag, að því að þarna við erum allavega ekki með hús og ykkur að dauða hluti, þannig að við erum að tala um börnin sem að flestir ættu að hafa sérstaklega gaman að því að gera sem allra best fyrir. Það er voðalega erfitt í dag og mér er alveg sama þá að koma einhver lattekennari og segja eitthvað annað. Ég heyri nákvæmlega sama hjá öllum þeim kennur sem ég þekki. Þetta er flestir fannir að horfa í að fara að gera eitthvað annað því að það er ekki gaman að mæta í vinnu svo getur ekki sinnt eins og þú telur að þurfa sinni.
Þessi getum við bara breytt, það nú bara, ekki flókið. Þarna ert ekki að horfa á einhver hlutabréf heldur lækka í verði, þú ert að horfa upp á börn sem þú ert búin að kynnast og ég veit að bara kennur þið ekki mjög vænt börnin sem þau eru að kenna og bara, þú veist, þetta er gríðarleg tengsli sem eru þarna í gangi og ég veit kennara sem hafa bara farið bara grátandi út eftir önnvegna sem finnst að það hafa brugðist nemendunum. Bara þau gerðu allt sem þau gátu en þetta er bara ekki kerfi sem er fólki bjóðandi og er eðlilegt að okkur blæði fólki út úr heilbrigðisþjónustu, kennslu og umönnunarstörfum og slíku það sem er hvað mest þörf á því. Mér finnst það bara ekkert eðlilegt við það. Bara galið, sko. Það er ástæða fyrir þessu. Við erum að ræða hana. Við erum að ræða hversu einfalt er að stoppa hana. Það er vilji. Það þarf vilja. Er ekki vilji? Ég segi það eru 63 einstaklingar þarna inni á Alþingi. Er ekki vilji? Ég bara varpaði fram hér og nú. Hvar er viljin? Er það ekki líka sanngjörn spurning að ef það er fólk sem að segja að jú, það þurfa að líka stoppa aðra glæfra eyðslu og annað í kerfinu og svona, en er það ekki líka svolítið að þú verður að reka heimili sem að væri bara blæðandi peningum og allt væri komið í óefni. Þarftu ekki að byrja á að stoppa eyðsluna meðan þú ert að fara að borga upp skuldir og svoleiðis. Ég meina, bara svona hugsandi út frá ef ég myndi reka mitt heimili eins og ríkið er rekið, þá væri ég í djúpum skít. Já, en sko eins og þessi málaflokkur sem við erum að beita okkur fyrir, þar er þetta einmitt eins og ef þú ert með hús sem er að fyllast af vatni, þá byrjar á að skrúa fyrir kranan á lögninni sem að lekur og það eru landamærin. Það er bara mjög einfalt. Næsta sem þú gerir er að skipta því út, yfirfara og gera og græja og meðan að það þá hleypur ekki, þá er bara að skrúa fyrir vatnið. Þetta er rauninni einföldun á því sem við erum að setja upp. Það er landamæravarslan, stoppa umsóknir, hvort þú kemur til Íslands þetta ellendis eða hvernig sem í því leikur, þá er bara ekki boði að sækja hæli. Á meðan vinnum við málunum eftir 5 ár, eða það er lengri tíma, þá framlengjum við, en eftir 5 ár þá væri hægt að fara hugaði orðna, en með þeim breyttu forsendum, ég held að Siffús sé alveg sammála, þú sækir hæli hér erlendis frá. Já, það er nú eiginlega bara í okkar markmið. Það er að sko sá sem að hingað ætlar, hann sé bara þá sendur tilbaka. Við tökum svo sem fram að það séu gerð úrræði á flugvellinum sem er reyndar ekki hægt eins og því að hann er ekki skráður sem slíkur, en hann er sér svæði að þar skuli vista þá sem óleglega koma eða eiga að fara. Nú er dómsmálaráðherra búin að útbúa eða er að útbúa frumvarp þessa máls. Ég las minnst kosti það sem að þar kom fram og svo hlustaði ég á dómsmálaráðherra og hún sagði bara orðrétt, það eru svo fáir sem þurfa að vera þarna, þetta er ekkert mál. Og ég bara, erum við bæði á Íslandi? Eða er hún bara annar staðar þar sem að ekkert gerist? Ég skil ekki þetta. Endilega komið og talið við okkur eða hleypið okkur að. Ég hef búin að senda þessum aðilum beiðinu að hitta mig. Engin svara mér. Engin. Það er engin þingmaður fyrir utan einn tala við mig. Ég geti svo sem ekki nafngreindan því að hann óskaði þess. En skilur við hvað eru menn hræddir? Eða eru við kannski bara þegnar þessa lands eins og við höfum verið að segja? Ég hafði rosalega gaman að hann sagði var hann Þórður Pálsson, hann sagði í viðtali hér á ég held að vera hér á broadcast, þar sem hann sagði það var örugglega í hluthafaspjallinu. Þá sagði hann einmitt sko að þó að svona í hans vinnu, þar sem hann vinnur eitthvað fjármála, ég veit ekki svoleiðis, en eitthvað því tengt, það er ekki minn flokkur, að þar væri menn mikið til dæmis að ræða eins og veiðigjaldafrumvarpi og svoleiðis, en út fyrir hans vinnu væri engin að ræða það. Þar væru, ég man ekki hvort hann nefndi mennta eða heilbrigðismál og svo innflytjendamál. Þannig að þetta er ekki eitthvað lítið mál sem að fólk hefur enga skoðun á eða neitt svoleiðis. Þetta er ekki einhverja
málefni mætti segja, eða hvað? Nei, ég meina sko, að því hún nefndi nú hérna þetta fiskveiðigjalda frumvarp þá get ég sagt þar eftir reynsluna að leigubílalögunum sem áttu nú að heita hafa verið voðalega vel unnin, voru það ekki. Eina sem ég hef enga skoðun á þessu frumvarpi varðandi veiðigjöldin nema mér finnst svolítið skeftíst að fólk sem er nýkomið til valda hvernig óskopunum á það að geta hent fram trúverðu vel upp og að kanna allar afleiður í allar áttir frumvarpum jafn stórt mál á svona stuttum tíma. Mér fannst það svolítið mér finnst það varhugavert, þannig að ég nenni ekki einu svona að kynna mér það. Nei. Já, við Sigfús erum alltaf bara að sinna mikilvægara máli sem að er íslenska þjóðin. Þar vil ég taka fram einmitt að ef við vindum í það sem við erum að tala að þá langaði mér svo að nefna. Ég las orð menntamálaráðherra þar sem að hún fannst bara algjör óþarfi. Var það á ensku? Sorry, ég stóðst ekki fyrir eitt. Afsakið. Þar nefnir hann bara. Afsakið þetta. Ég vildi átt hennan, já. En þar segir hann bara að það sé engin þörf á samræmdu prófum. Já. Og ok, sko, ég setti nú einhvern pistil inn á þetta flokka þetta mál. Þetta getur virkað, ég verð samt að spyrja þessar spurningar. Þessi maður er menntaður smiður. Ég veit ekki til þess að hann hafi gert mikið annað. Hann hefur stigið sína bára eins og við öll og við höfum öll okkar reynslu af lífinu. Ég spyr, hvernig getur hann, stuttu eftir embættisveitingu, komið fram og sagt, við þurfum ekkert þessi samræmdu próf. Við þurfum ekkert að mæla kunnáttu barnanna. Skóli án aðgreiningar er æðislegur. Þannig erum við ekki að tala um peninga. Þannig erum við að tala um börn þessa lands. Við erum að tala um þessa framtíð sem á að byggja þetta land. Sko, allavega eitt jákvætt í þessu með veiðigjaldafrumvarpið. Ég veit ekkert um frumvarpið sjálft. Þetta er ekki, eins og segir, minn bransi og þá nenni ég ekki að kynna mér það. Nei, akkurat. En allavega sýnir þetta að þau eru tilbúin að ráðast í stórt mál á stuttum tíma sem að ættu vonandi að vera góða fréttir. En mér finnst eitt sem að gleymis líka rosalega oft þegar kemur að sem er skóli og aðgreiningar, það er þessi árangur. Það er það að, ungt fólk, sérstaklega drengir, þegar þeim gengur illa í námi, sem að flestum erlendum drengjum gerir hérna á Íslandi vegna þess að það er ekki úrræði til þess að gera vel við á. Það er í rauninni við erum með hérna uppskrift af því að búa til heila kynslóða framtíða glæpamönnum með að við hvernig gengur, því að það er algengasta sem að leiðir fólk á glapstigu í lífinu, það er slæmur árangur í menntamálum. Mm-hmm. Þannig að mér finnst enginn hafa til dæmis bara bent á þessa einföldu, mann finnst það ætti að vera einföldu afleiðingu af því að þessum hræðilega árangri. Það er náttúrulega bara flestir sem að lenda utan með þeir í lífinu eiga sameiginlegt að hafa gengið illa í skóla. Og þannig var það náttúrulega, hefur það verið í gegnum tíðina hérna heima og yfirleitt mjög oft sem að er sama sem merki hérna á milli, sko. En það er akkurat þetta sem við erum að tala um. Hvað erum við að taka á okkur verkefni sem við getum ekki sinnt? Hvað ásvoleiðis? Mér finnst þetta líka bara óréttlátt gagnvart erlenda aðilann. Við erum að taka enga heim krakka 15, 16 ára sem eru búin í flóttamannabúðum í 7-8 ár. Þau hafa ekki verið í skóla nema kannski 2-3 ára lífi sínu. Þau eiga klárlega afar erfitt uppdráttar í þessu landi. Hvað tekur við? Jú, tannlæknir, það tekur við heilbrigðisþjónusta, það tekur við húsnæði, en hvað tekur við hinn í liðinni? Þú sagðir orðið. Þetta er bara framtíðar glæpamenn. Því að þeir komast hvergi að. Þeir eru annars flokksþegnar í landinu, því að við erum að gera þetta fólk að annars flokksþegnum. Já, í rauninni enda bara eins og hinn almenn Íslendingur í dag í öðrum flokk. Já. Eins og stjórnvöld eru búin að haga sér á síðastlegum árum. Og ég ætla bara enn og aftur eins og biluplata að minna á það að enginn af þessum 63 þingmönnum hefur lagt fram eitt einasta þingmál til þess að grípa inn í þessu máli, í þessu máli sem við erum að ræða.
og mér finnst það svo ofbóðslega geggjuð staðreind, galinn, að ég verð bara að segja það reglulega. Við erum með 6.000 manns á síðunni Ísland þvert á flokka að verða. Allir eru, mér finnst ótrúlegu fjöldi virkur á þessari síðu. Oft eru stofnað svona síður og svo koma 30 einhverjir ofurpostular en að sjá öll nöfnin og alla sem kommenta og allar þessar konur sem taka þátt, mér finnst þetta alveg æðislegt, sko. Ég held að það væri ráð fyrir þingmenn að fá eitthvað af þessu fólki til sín og ræða þessi mál. Ég stakk upp á því á sunnudaginn hvort við ættum ekki að henda upp panelumræðum þar sem við myndum boða og reyna að fá til okkar þingmenn og ráðherra og við kæmum saman á einhverju stóru stað. Þetta kannski reynandi. Ég held að það kæmu þar sem að salurinn tjáði sig og aðilar svöruðu og tjáði sig. Fá bara hreinlega formenn flokka, þannig að fórustu söðurinn verður bara að sitja og svara. Sko. Já. Það nú hægra satt en gert. Já, það svarar enginn. Ég meina, hvað eru að fá laun fyrir? Að vinna fyrir íslensku þjóðirna, sko? En hvaðan kemur fólki? Það kemur út af atkvæði fólksins í landinu. En þegar það er komið í fílabeinsturnin, þá eins og sá hlutur skipti engu máli. Þá það aðilarnir erlendis og allt það dæmi og síðan bara innan hús athafniðnar. Fyrir 3 mánuði fyrir næstu kosningar. Þá allt í einu allt vaknað. Ég held að það hafi verið helviti góðar umræður hjá okkur og greinilega margt að hugsa og mér langaði bara að spyrja hvort ykkur langaði að segja eitthvað svona að lokum eða hvort þið teljið svona flest hafa komið stað. Ég skal bara byrja því að ég vil leyfa Sigfúsi að slá botnin í þetta, sko. En ég ætla bara að skora á fólk, kíkiði inn á síðuna hjá okkur, Ísland þvert á flokka, fariði nú í tölvuna, sendiði beiðni á síðuna sem við Sigfús munum samþykja í kvöld og á morgun og hinn og verið bara með okkur í þessu, sínum styrk og þvingum, þó ekki væri nema einn af þessum 63 þingmannum í að hætta kaffihúsaspjallinu og raunverulega gera eitthvað í málinu. Það er mín lokaorð. Ég vil endilega bara segja það aftur. Þið, þessi 63 sem sitið inn á Alþingi, taliði við okkur. Komiði og hittið okkur. Við skulum segja okkur minnstakosti skoðanir þessara 6.000 sem að líklega koma fram í formi 70% þjóðarinnar, ef að þið vitið ekki nú þegar. Frábær lokaður, þannig að Sigfús og Baldur bara takk æðislega fyrir komuna. Kæra þakki fyrir okkur. Takk. Takk.